eina útsendingu kominn Davíð Oddsson, velkominn. Við mig langar fyrst að spyrja þig, hvers vegna ætlar að bjóða þig fram? Já, eins og kom fram þarna á fundinum í dag, þá hefur verulega mikið verið til mín leitað, bæði núna og reyndar oft áður, það að ég gæfi kost á mig til forystu í flokknum. Ég hef auðvitað gegnt lykilhlutverki í flokknum töluverða hríð og verið varaformaður nú síðasta kjörtímabilið. Í framhaldi af því var ég valinn efsti maður listans í Reykjavík, sem langstærsta kjördæmi landsins, þar sem mesta atkvæðafylgið hefur nú verið. Mér þykir rétt að verða við tilmælum minna félaga og gefa færi á því að menn velji og gera upp við sig hvern þeir telji bestan til að leysa úr læðingi styrk við flokkinn og leiða hann í kosningabaráttunni, leiða hann til sigurs, standa síðan fyrir stjórnarmyndun af flokksins hálfu og stjórnarforystu ef að þannig tekst til. En málefna ágreiningur á milli ykkar Þorsteins? Eða það óánægja með störf hans? Nei, sjálfur sér þá erum við Þorsteinn mjög samsíða pólitíkusar, stjórnmálamenn. Við höfum átt ágætt samstarf. Ég hef enda stutt hann til formennsku í flokknum 4 sinnum, allt frá því að það ber fyrst á góma milli okkar frá 1983. En það ástæðan persónulegur metnaður þinn? Nei, eins og ég nefndi, þá telja mjög margir sjálfstæðismenn að ég sé líklegri til þess að leiða flokkinn til meiri sigurs og ekki eingöngu það, heldur til að skapa meiri festu stjórn flokksins og kannski meiri festu í ríkisstjórn þar sem flokkurinn hefur setið. En nú ber þetta... Ég vil vinna á það að á landsfundi 1987, þá var það sem var kallaður einhver mesti halleluja-fundur sem að haldinn hefur verið. Flokksforystan kosin einróma með það sem var kallað rússneskri kosningu. Og 2 mánuðum síðar fengum við verstu kosningaúrslit sem flokkurinn hefur nokkuð tíma fengið. Þannig það er nú ekki allt fengið með halleluja og klappi. Ég held að sé betra að láta ekki allt krauma undir, langvarandi óánægju sem auðvitað hefur verið fyrir hendi, heldur gefa mönnum færi á því að velja á milli manna og það er ekkert ljótt við það og það er engin háski í því fólkin og það er heldur engin áfellisdómur í því fólkinu sjálfu sér. Það hlýtur að vera svo að í jafnstórum flokki og sjálfstæðisflokkurinn geti fleiri en einn maður komið til greina sem formaður og auðvitað finnst mér sjálfsagt að gefa formanni tækifæri og okkar ágæti formaður Þorsteinn Pálsson hefur nú fengið tækifæri 4 sinnum. Hann hefur fengið tækifæri til að leiða flokkinn í kosningum, hann hefur fengið tækifæri til að leiða flokkinn í ríkisstjórn og kannski vilja menn pröfa eitthvað nýtt, hvort það myndi takast með öðrum hætti. Fórstu fram á það við hann að hann stytti þig í þetta sinn? Ekki með beinum hætti, en ég vek athygli á því að ég hef stutt hann dyggilega allt frá 1983, þegar margir töldu líklegra ég myndi ná kosningu heldur en hann ef þannig stæði á. Ég var nýkjörinn borgarstjóri, hefði unnið borgin aftur úr klóm vinstrimanna og naut þess auðvitað, en ég kaus fremur að styðja hann og þess vegna finnst mér dálítið sérkennilegt þegar að talsmenn vinnuveitenda sem hafa sér nú mest í fram með einhverjum ástæðum núna hafa uppi stóryrði minn metnað og jafnvel svívirðingar eins og gerðist í miður hjá einum ágætum sjálfstæðismanni að vestan sem eins og menn hafa tekið eftir hafði uppi mjög stór orð og stórar yfirlýsingar. Þú ert að tala Einar Odd Kristjánsson væntanlega, en hann á samt Ólafi G. Einarssyni verða nú að teljast þungavittarmenn í flokknum og þeir segja eða Einar Oddur sagði að fram á þitt væri skemmdarverk. Hverju svarið því? Finnst þér þetta vera svaravert? Einar Oddur ágætur maður en hann engin hæstaréttardómari í málefnum flokksins eins og hann reyndar telur hann að séu málefni þjóðarinnar og honum var ekki sæmandi að nota allan þann orðaflaum og stóryrði sem hann notaði. Hann reyndar kom líka í sjónvarp fyrir hálfa mánuði síðan að hann nokkuð vitað mitt framboð annað en orðróm og hafði líka þar uppi stóra dóma og ég harma það að hann skuli hafa með þeim hætti orðið sér til minnkunar. En þetta getur komið fyrir alla menn. En þú segir þá að það sé ekki málefna ágreiningur á milli ykkar Þorsteins? Nei, menn vita það vita allir menn að það skiptir máli hver leiðir flokk þó að menn hafi sömu lífskoðun. Við höfum í Sjálfstæðisflokknum langflest sömu lífskoðunirnar þó að hagsmunir sé auðvitað mismunandi. En auðvitað skiptir það máli hver leiðir flokk. Já, þú segir að skiptir máli hver leiðir flokkinn og flokkurinn í uppsveiflu undir forystu Þorsteins. Er það nokkur ástæða til þess að skipta formann? Já, flokkurinn hefur notið þess að hér vinstristjórn. Mér finnst þessi uppsveifla sem mælist í skoðanakönnunum alls ekki nægjanleg. Það er staðreyndin að við höfum alltaf verið það bil 10% lægri í kosningum en í skoðanakönnunum og með það þá hið raunverulega fylgi flokksins 32%, það er verið 27% þegar það er versta útreið. Það finnst mér ekki nægjanlega góður árangur.
Við búum við lögustu vinstristjórn sem við höfum haft, mestu óreiðu, skatta og ógæfu stjórn og samt sem áður tekst ekki betur til en þetta. Og ég er sannfærður það að margir landsfundarmenn telja það ekki góðgá að gefa öðrum færi en þeim ágætamanni Þorsteini Pálssyni að kanna hvort að hann geti leitt flokkinn til farsælleri útkomu og síðan með ákveðnar hætti til stjórnarmyndunar og þá ríkisstjórnar. Þorsteinn hefur fengið að pröfa þetta hvoru tveggja og það hefur nú reyndar hvorugt gengið vel. Þetta eru skýringar á því, en það er þó staðreyndin. En nú hefur lengi verið talað um því sem framtíðarformanninn í þessum flokki. En af hverju gast ekki beðið eftir að þinn tími kæmi? Já, hver ákveður minn tíma? Sjálfstæðisflokkurinn, margir þar hafa talað um þetta. Ég væri framtíðar forystumaður flokksins. Þorsteinn Pálsson hefur margoft nefnt það, meðal annars eftir síðasta landsfund. Ef að menn trúa því með þessum hætti að ég sé framtíðar foringi flokksins, verulegur hluti flokksmanna, væri það ekki skynsamlegt að þeir treystu dómgrindmenn það hvenær það veri heppilegast fyrir flokkin að þessi breyting ætti sér stað. Og ég er sannfærður það að það er heppilegast og best fyrir flokkin að þessi breyting eigi sér stað núna. En nú ber þetta svipa á þegar þú fórst fram á móti Friðrik Sophussyni. Er þetta þinn stíll að fara svona að? Var alltaf ber þessi mál svona brátt að? Það var mikið búið að ræða það að ég tæki við Sjálfstæðisflokknum eins og það nefndi sjálf áðan. Ég fór að vísa með skemmri fyrirvara í varaformannskjör og þá var ég mjög hvattur til þess af formanni flokksins Þorsteini Pálssyni og hann sá ekkert athugavert við það að gera það með skömmum fyrirvara og Friðrik Sophusson tók því eins og menn muna af miklu æðruleysi og hefur styrkt mér stöðu sín í flokknum hvað það snerti. Hann hafði gegnt í starfi lengi og ágætlega. Hann sætti sig við það var eðlilegt að skipta. Við höfum átt mjög gott samstarf síðan við Friðrik og með sama hætti myndi ég telja eftir að ég hef stutt Þorstein Pálsson mjög lengi að þá væri ekki stórmál þó að hann myndi kjósa styðja mig og gefa mér mín tækifæri til að leiða flokkin. Finnst þér þá að hann ætti að draga sig í hlé núna? Myndið þú gera það í hans sporum? Já, ég hugsa það, já. Miðað við undanfaran og miðað við hvað ég hef stutt hann dyggilega og miðað við það er hávær krafa í flokknum ég taki við stjórnartaumum þar og þegar menn bara tala það að það sé tímaspursmál menn tala það að ég gerast frekar til 2 ár heldur en núna og ætla að setja allt í hart vegna þess. Þá finnst mér það skjóta skökku við. Vegna þess líka að ég tel að sú breyting sem væri í þann farveg sem að Þorri Sjálfstæðismann hefur tjáð sig og þar á meðal formaður flokksins og reynda Friðrik Sophusson líka á sínum tíma. Þá eigi menn að nota tækifærið, gera það núna og ég tel að ef að allir, þar á meðal Þorsteinn Pálsson væri að hugsa hag flokksins að þá myndi hann telja þá niðurstöðu besta. En þú talaður þá á fréttamannafundinum hérna upp í Valhöll áðan að menn mætti ekki láta vorkunn sem á það ferðin á landsfundinum. Við hvað áttirðu? Nei, ég segi almennt séð. Þá beri landsfundarmönnum ekki að láta sjónarmið eins og þau sem hafa heyrst, meðal annars frá formanni Vinnuveitendasambandsins í hans stóru dómum, að það megi ekki hrófla við einu en einu það sé stór háski á ferðinni ef að Sjálfstæðisflokkurinn kýs á milli manna. Þetta er nú stærsti lýðræðisflokkur landsins. Landsfundarfulltrúum fullirlega treystandi og þá tel ég að það ekki að ala á því eins og þarna var gert af hans hálfu Einars Odds að ég væri með ferðin með skemmdarverk, ég væri að grafa undan einhverjum mönnum og svo framvegis og framvegis. En hvað áttu við með vorkunn sem í þessu sambandi? Þarna er þessi aðili að reyna að ala undir það að það sé farið ódrengilega fram gagnvart einhverjum öðrum og það finnst mér ekki ganga. Við Þorsteinn höfum átt mjög gott samstarf alla tíð og ég hef stutt hann mjög vel og dyggilega. Hann hefur margoft sagt við mig að ég eigi að taka við flokknum. Hann hlýtur þá að leggja, fyrst hann leggur það traust á mig, þá hlýtur hann leið að trúa þeirri dómgreind mín að nú sé rétti tíminn. Og ekki bara minni, heldur margra minna félaga og okkar sameiginlegra félaga, Sjálfstæði fólksins. Og ég er sannfærður það, ef að það gengur fram, að þá munum við ekki bara mega búast við góðum og myndarlegum sigri, heldur jafnframt festu og sterkri aðild Sjálfstæði flokksins að landsmálum. En óttastu ekki hvaða afleiðingar þetta hafi fyrir flokkin í kosningunum? Að nú eru svona átök í þessu stærsta flokki svona rétt fyrir kosningar? Nei, ég held að þessu er afskaplega góð fyrir flokkin ef að niðurstaðan verður góð. Ef að niðurstaðan verður með þeim hætti að það tekst að leiða flokkin á mjög sigurstranglega braut með trúverðugum hætti, með trúverðugri forystu það efni. Já, sem segja forystu sem hefur margoft gengið í gegnum kosningar og jafnan haft betri sigur heldur en vænst hefur verið. Því þá ekki nota það tækifæri ef menn eru að hugsa hag flokksins eins og þeir segja.
þá hljóta þeir að slá til. Þannig er það. En ef þú verður orðin formaður Sjálfstæðisflokksins eftir tæpar 2 vikur, ætlar að verða borgarstjóri áfram? Já, fyrst sinn myndi það vera, en allt á sinn tíma, ef að, eins og ég sagði fyrir kosningarnar, ég hefði ekki hyggju að gangast inn í ríkisstjórn nema eitthvað sérstakt gerðist. Og það verður auðvitað gjörbreyting á þeim högum ef ég væri farin að leiða Sjálfstæðisflokkin sem formaður hans og forystumæður í ríkisstjórn. Ég segi fyrir mig, ég vil halda mér við þessa yfirlýsingu og það myndi þýða það eftir kosningar við óbreyttar aðstæður að þá væri ég utan stjórnar og ég veit ekki hvort að það veri trúverðugt í sjálfu sér að Sjálfstæðisflokkurinn gengi inn í ríkisstjórn og með fyrsta þingmaður Reykjavíkur, borgarstjóran og varaformanninn utan stjórnar. Þannig ég held að þetta beri alltaf saman brunni, þetta er rétti tíminn og mér hefur sárnað það mjög hvað málið hefur verið sett upp tortryggilegt og reynt að gera mig sjálfan tortryggilegan, reynt meira að segja sem ég finnst ósmekklegt að hef heyrt í útvarpsþáttum að undanförnu að ota mér sem borgarstjóra gagnvart landsbyggðinni. Nú hef ég fundið það frá landsbyggðinni og þeir hafa mikið samband við mig að þeir segja sem svo, þú hefur að miklum krafti byggt upp starfið í Reykjavík. Við vildum gjarnan hafa umboð til þess að nýta þína krafta með sama hætti þá og landsins alls. Og ég tek undir það og það vil ég fá að gera. En ef við gefum okkur það aftur að þú verður orðin formaður flokksins eftir tæpar 2 vikur. Það er ekki að gefa sér það neitt. Ef við segjum sem svo. Hvert er þá þitt óska varaformannsefni? Já, það er ekki venja að formenn eða formannsefni flokka tiltæki það. En þú hlýtur að hafa einhverja skoðun á því? Jú, ég hef margvíslega skoðun á því og það mun koma í ljós ef það verður nauðsynlegt. En ég fer ekkert að velta því upp á þessu augnabliki. Ég vildi þó segja, ég teldi eðlilegt að minnst í fyrstunni að við þær aðstæður að þá verði varaformaður mér við hlið úr öðru kjördæmi heldur Reykjavík. Hvern ertu þá ertu með eitthvað sérstaka mann í huga? Ég hef ekki rætt þetta við neinn mann sem ég get skýrt frá þannig að það hafi einhverja þýðingu. Ég get vel hugsað mér mjög marga menn, mjög marga hæfa menn í þingflokknum. Ég get hugsað mér hæfa menn sem er að koma inn í þingflokkin. Ég get hugsað mér mjög hæfar konur sem er að koma inn í þingflokkin. Þannig það er margt inn í myndinni þar. En svona í lokin, Davíð, nú skilst mér að þið Þorsteinn hafi og veit ég reyndar að þið ákváðu það að þið vildið ekki koma fram saman í fjölmiðlum. Hvers vegna ekki? Nei, við viljum endilega þessi kosningabarátta sem hún er að hefjast núna og stendur hún stutt farið fram með sem bestum og skynsamlegustum hætti fyrir flokkin og við teljum ekki rétt að við förum að deila annar staðar heldur en á vettvangi flokksins. Þetta er við sammála. Með sama hætti er við sammála sem gamlir og grónir samstarfsmenn og vinir að reyna að reka þessa kosningabaráttu þannig að hvorugur verði sárar en þarf og við getum báðir unni jafnvel saman hér eftir sem hingað til. Við erum að kjósa á milli manna, við erum að gefa flokknum okkar tækifæri til þess og ég vona svo sannarlega að menn greiði atkvæði á landsfundu og ég treysti því af því ég treysti landsfundarfulltrúum að þeir meti hvort sem þeir líkaði það betur að vera að þurfa að standa í kosningum, sumir vilja það ekki en eftir að sú er alveg staðreyndin að þá meti þeir og vegi bara þau atriði sem skipta máli hvern þeir telja vænlegri til þess að leiða flokkin á næstu árum og leiða flokkin í ríkisstjórn á næstu árum. Það er þetta sem landsfundarfulltrúar hljóta að ákvarða. Nú, og við þakkum þér, Davíð Oddsson, fyrir komuna hingað